Við erum samankomin hér í Kópavogskirkju í dag til kveðjustundar. Við munum nú í sameiningu með tónlist, minningarorðum og bænum kveðja Ástu Díönu Stefánsdóttur með innilegu þakklæti fyrir allt það sem hún gaf með lífi sínu. Það er gott að geta fylgt þeim til hinstu hvílu sem við höfum mætt á lífsleiðinni og hafa snert okkur með tilvist sinni, en ekki gátu öll þau sem vildu verið með hér í dag og kveðjur hafa borist frá Diljá sem er búsett í Danmörku og frá Heiðu Sigurðardóttur og fjölskyldu sem er búsett í Bandaríkjunum. Þau senda kærar kveðjur og þakka góðar og fallegar minningar. Við skulum signa okkur og sameinast í upphafsbæn í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Við komum fram fyrir þig á sorgarstundum með söknuð og þakklæti í hjarta. Við þökkum þér góðar minningar og allan þann ríkidóm er Ásta gaf okkur með lífi sínu. Við biðjum þig að vera með okkur í sorginni og leið okkur í gegnum hana, að við fáum séð ljósið sem lýsir okkur. Viltu gefa að við getum verið hvert öðru styrkur. Í Jesú nafni. Amen. Aldrig
Öllu afmörkuð stund og sérhver hlutur undir himninum hefur sinn tíma. Að fæðast hefur sinn tíma og að deyja hefur sinn tíma. Að gróðursetja hefur sinn tíma og að rífa upp hið gróðursetta hefur sinn tíma. Að gráta hefur sinn tíma og að hlæja hefur sinn tíma. Að harma hefur sinn tíma og að dansa hefur sinn tíma. Ég komst að raunum að allt sem Guð gerir stendur að eilífu og við það engu að bæta og af því verður ekkert tekið. Það sem var fyrir löngu og það sem verður hefur verið fyrir löngu. Guð leitar aftur hins liðna. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Heyrum heilagt guðspjall sem skrifa stendur í Matteusarguðspjalli og hljóðar svo. Þegar Jesús sá mannfjöldan, gekk hann upp á fjallið. Þar settist hann og lærisveinar hans komu til hans. Þá hóf hann að kenna þeim og sagði: Sæl eru syrgjendur, því þau munu hugguð verða. Sæl eru hóvær,
því þau munu jörðina erfa. Sæl eru þau sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því þau munu södd verða. Sæl eru miskunnsöm, því þeim mun miskunn að verða. Sæl eru hjartahrein, því þau munu Guð sjá, og sæl eru friðflytjendur, því að þau munu Guðs börn kölluð verða. Þannig hljóðar heilaga Guðspjall. Lof sé þér, Kristur. Sæl eru hjartahrein, því þau munu Guð sjá. Mörgum þykja sæluboðin úr fjallræðunni sem lesin voru hér áðan vera einn fegursti boðskapur sem finna má í Biblíunni, enda kristallast í þeim megin boðskapur Jesú Krists. Leitin að hamingjunni virðist samofin löngun manneskjunnar til að lifa. Að vera sæl, sátt eða blessuð manneskja tengist hamingjuleitinni órofa böndum. Sæluboðin birta þá sýn að það sé hægt að vera hamingjumanneskja þrátt fyrir ýmiss konar mótlæti og áföll í lífinu. Að sælan eða blessunin snúist eitthvað stærra og meira en líðandi stund. Sæl eru þau sem syrgja, því þau munu hugguð verða. Sæluboðin birta ekki einungis einhvers konar andlegan veruleika sem utan þessa jarneska heims, heldur viðurkenna þau einnig þá staðreynd að það hefur áhrif hvernig við mannfólkið göngum fram og breytum. Sæl eru þau sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því þau munu södd verða. Það margt sem undir okkur sjálfum komið, en svo líka ýmislegt sem við getum enga stjórn haft á, og glíman og viskan fólgin í því að greina þarna á milli. Þessi heimur okkar oft svo brotinn og viðkvæmur veruleiki. Við erum ófullkomin, gerum ýmiss konar mistök, stór og smá, en viðhorf okkar til lífsins og aðstæðna okkar getur breytt miklu það hver lífshamingja okkar verður. Sæl eru hófar, því þau munu jörðina erfa. Ásta hafði þessa mikilvægu lífsgleði til að bera í bland við hófærð og sátt. Hún var þakklát fyrir það sem henni hafði verið úthlutað. Hún reyndist fólki vel
og var ávallt tilbúin að leggja öðrum lið. Hún gegndi mörgum hlutverkum í lífinu. Hún var ástrík móðir, hún var eiginkona, amma, samstarfskona og traustur vinur. Hún bjó yfir einstöku æðruleysi og umburðarlyndi og tók lífinu eins og það var. En hún var líka réttsýn kona og að mörgu leyti á undan sinni samtíð. Ásta var skarpgreind og bjó yfir mörgum góðum gáfum og ekki ólíklegt að hún hefði farið í lengra nám ef hún hefði ekki verið haldin drómasýki, en það sjúkdómur sem að mörgu leyti skyldur flogaveiki. En í stað þess að fá flog, þá átti hún það til að sofna þegar minnst varði. Þessi sjúkdómur hafði áhrif á svo margt í hennar lífi. Til að mynda gat hún aldrei tekið bílpróf, heldur hjólað hún, gekk eða tók strætó þegar hún ekki fekk far með öðrum. Ásta Díana fæddist á Hvammstanga og ólst þar upp við gott atlæti. Foreldrar hennar, Karolína Jóhannesdóttir húsfreyja og Stefán Díómetesson sjómaður og verkamaður eignust 4 börn og var Ásta næst elst. Systkini hennar eru Benedikt Málmfreð, Ásdís Jóhanna og Jensína Guðrún. Og Jensína Guðrún lifir systkini sín. Hún hleypti snemma heimdraganum og starfaði í versluninni Val á Blönduósi. Þaðan fór hún til Reykjavíkur og vann við verslunarstörf þar til hún hóf nám í Verslunarskóla Íslands, þaðan sem hún lauk verslunarskólaprófi. Ásta hélt á vit ævintýra erlendis og fór 22 ára gömul til Englands þar sem hún starfaði í skóla fyrir málhölt börn. 2 árum síðar fór hún til Danmerkur þar sem hún starfaði sem stofustúlka á Radiumstasjónen í Kaupmannahöfn. Önnur ástæða fyrir því að hún fór til Englands og Kaupmannahafnar var til að leita sér lækningar við drómasýkinni, en Konráð föðurbróðir hennar hafði milligöngu það. Hann reyndist henni ávallt vel og hún var honum alltaf þakklátt fyrir þetta. Ásta giftist Guðjóni Sigurjónssyni árið 1960 en hann lést fyrir 3 árum. Börn þeirra eru Guðlaug Birna, Stefán Karl, Ásta Jóna, Sigurjón Þór, Sigurður Þorsteinn og Karolína Rósa. Og það myndarlegur hópur barnabarna og langömmu barna sem kveður ömmu sína í dag. Þegar Ásta kynntist Guðjóni vann hún við skrifstofustörf í Reykjavík, en fyrstu árin eftir að þau stofnuðu heimili var hún heimavinnandi enda stækkaði fjölskyldan ört. Þegar Ásta fór aftur út að vinna vann hún við ræstingar og bókasafni Kópavogs, þar til henni bauðst starf bókavarðar og vann hún við það til starfsloka. Ásta naut sín vel í því starfi, þar sem hún var úrræðagóð og hjálpleg við viðskiptavini safnsins, auk þess sem hún hafði sjálf mikinn áhuga á bókmenntum. Hún hafði áður lært bókband og kom það sér vel við bókaviðgerðir. Eftir starfslok gerðist hún sjálfboðaliði hjá Rauða krossinum, þar sem hún heimsótti eldri borgara og félagslega einangraða íbúa í Kópavogi. Á árum áður var Ásta öflug í starfi Urta sem var félagsskapur mæðra skáta í skátafélaginu Kópum og þar var til vinátta sem varði til æviloka. Ásta tók virkan þátt í félagsstarfi eldri borgara í Kópavogi svo sem silfursmíði og ritlistum. Hún var vel ritfær og samdi bæði ljóð og sögur og birtust nokkrar þeirra meðal annars í Gjábakkaþulum, riti eldri borgara í Kópavogi. Og þar má meðal annars finna þetta fallega ljóð sem við mættum öll reyna að lifa eftir. Gáðu að þér gullið mitt, gís margt til boða, farðu vel með frelsi þitt og forðastu allan voða. Velja skaltu vina hóp, vel og dyggilega, varastu bæði vín og dóp, það veldur mörgum trega.
Margur krókinn matar sinn, misvel fengnum auði, haltu fast heiður þinn, þó hafirðu minna af brauði. Já, hún hafði svo margt til að bera og bjó yfir svo mörgum kostum. Hún var góð mamma, þó oft hafði hún verið þreytt þegar börnin voru lítil og sjúkdómurinn tók frá henni kraft. Hún var afar félagslynd, átti góðar vinkonur og heimili hennar stóð ávallt opið ættingjum á landsbyggðinni þegar þeir komu til borgarinnar. Þannig var oft gestkvæmt og margir gestir sem dvöldu í þó nokkuð tíma í senn á heimilinu. Hún var náin systkinum sínum og sérstaklega voru þær systur miklar vinkonur og mikil hlegið þegar þær komu saman. En Ásta var mikill húmoristi og hafði einstaklega gaman af því að segja og heyra brandara. Hún tilengaði sér ýmislegt á dvöl sinni erlendis og til að mynda var hún sannfærð að það væri gott fyrir okkur að borða ávexti. Hún lagði því mikið upp úr því að börnin hennar fengju einhvern ávöxt helst á hverjum degi, þó oft væri erfitt að fá ávexti á þessum árum. En þó ekki væri það nema einn eplabátur, þá var það betra en ekki neitt. Hún hafði einnig lært að búa til fjölbreytta fiskrétti í ofni sem hún eldaði oft og þróaði þegar börnin voru að alast upp, en þá var soðin ýsa með kartöflum algengari á heimilum okkar Íslendinga en flóknir fiskréttir. Hún var dugleg í höndunum og nýtin, hún saumaði mikið hér áður fyrr og voru þá grímubúningarnir sem hún hannaði og saumaði á börnin einstakir. Hún hafði mikinn áhuga á ljósmyndun hér áður fyrr en hætti því að mestu leyti eftir að stafræna tæknin tók við. Þegar börn Ástu lýsa henni þá æðruleysi, stórt hjarta, hlýja, réttsýni og jákvæðni þær lýsingar sem fyrst koma upp. Og Halla frænka hennar lýsir henni meðal annars með þessum orðum: hún var svo stútfull af góðmennsku að ég man ekki eftir neinni mannesku með eins stórt hjarta. Þrátt fyrir að Ásta væri prýdd svo mörgum góðum kostum og ætti stóra fjölskyldu og væri afar félagslynd, þá var hún hógvær. Hún stóð ávallt með þeim sem minna máttu sín og talaði ekki illa fólk. Fyrir 4 árum flutti Ásta á hjúkrunarheimili Grund þar sem henni leið einstaklega vel. Hún fór þangað fyrst í hvíldarinnlögn í nokkra daga en henni þótti svo gott að vera þar að hún bað að fá að flytja þangað. Þar lést hún í faðmi fjölskyldu sinnar 14. september síðastliðinn. Það erfitt að gera líf mannesku góð skil í stuttu ræðukorni en þið sem kveðjið í dag eigið ykkar minningar Ástu. Og minningarnar ykkar og myndirnar eru ólíkar því að ekkert ykkar þekkt hana á nákvæmlega sama hátt. Sæl eru friðflytjendur því að þau munu Guðs börn kölluð verða, segir í sæliboðunum, og Ásta var svo sannarlega friðflytjandi. Í heimi þar sem hlutirnir gerast svo hratt erum við stöðugt mynda á að það sem var í gær ekki lengur í dag og við þurfum að minna okkur á að hlúa að því sem við eigum. Ástvinum, fjölskyldu og rækta það sem tengir okkur ástúðaböndum. Ásta hefur nú hvatt þennan heim. Blóm hefur fölnað í skrúðgarði mannlífsins en það mín staðfasta trú að hún sé nú á góðum stað í örmum Guðs sem hefur lofað okkur eilífu lífi án þjáninga og án myrkurs, þar sem enga sjúkdóma að finna og þangað höldum við þegar lífið eins og við þekkjum það nú tekur enda. Kannski hún í faðmi þeirra sem á undan henni eru gengin og voru henni kær. Það sem Ásta skilur eftir sig að loknum tíma sínum á þessari jörð kannski það dýrmætasta sem nokkur manneska getur erft fólki sitt af og það að vera góð fyrirmynd og kærleikur. Og í sorg ykkar og söknuði að finna þakklæti fyrir allt það sem hún gaf ykkur með lífi sínu. Að leiðarlokum
Kveðju við Ástu Díönu Stefánsdóttur með einlægri þökk fyrir samfylgdina og felum hana góðum Guði. Minningar góða konu munu fylgja okkur. Og við kveðjum hana með orðum sem frænka hennar, Guðrún Guðmundsdóttir frá Árbakka, orti til hennar þegar hún var 5 ára gömul. Drottin þig leiði, blóm fögur breiði, á braut þína ástríka, glaðlinda mær. Amen.
Guð skapari í himnaríki, miskunna þú oss. Guð sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottin þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér, því að augum mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Nú legg ég bæði líf og önd, ljúfi Jesús í þína hönd. Síðast þegar ég sofna fer, sitji Guðs englar yfir mér. Þökkum þér heilagi Guð að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyr bænir okkar. Við biðjum þig að blessa Ástu sem við nú felum þér. Við þökkum þér allt það sem hún gaf með lífi sínu og biðjum þig að blessa minningu hennar. Biðjum fyrir börnum hennar og fjölskyldum þeirra og fyrir ástvinum hennar öllum. Blessa þau, Guð. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Styrk okkur sem hér kveðjum og hjálpa okkur að styðja hvert annað, uns við söfnum stöll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Amen. Og við skulum biðja saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og við skulum nú rísa á fætur og syngja saman allt eins og blómstrið eina. Þótt hún deyi. Ásta, af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprýsa. Gef Ástu og Guð þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hvíli í þínum friði. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér nálægur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.
Ásta verður jarðsett nú á lokinni athöfn í Kópavogskirkjugarði en einnig verður boðið til erfidrykkju hér í safnaðarheimilinu Borgum og þið eru hjartanlega velkomin þangað. Og ég langar til í lokin að bara nefna það og minna okkur á það að eins og ástandið er núna þá heilsustu ekki með faðmlögum og kossum, heldur notum bara annað táknmál og meðan þetta er að ganga yfir. Förum í friði.